Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 8. janúar er fyrsti sunnudagur eftir 13. og þema dagsins er skírn Jesú. Lexían úr Jesaja sem ég mun aðalega tala út frá kynnir þjón Guðs sem mun færa þjóðunum réttlæti. Í pistlinum úr fyrra Korintubréfi minnir Páll okkur á að Guð kallar okkur af náð sinni. Og í Guðspjallinu er frásögn úr Jóhannesar Guðspjalli af skírn Jesú. Textarnir fléttast saman þeir eiga allir erindi til okkar og það var erfitt að velja á milli þeirra. En við skulum byrja þessa stund eins og ávallt á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap Lexían hefur fyrir okkur en hún er úr Jesaja 42. kafla. Sjá þjón minn sem ég styð, minn útvalda sem ég hef velþóknun á. Ég legg anda minn yfir hann mun færa þjóðunum réttlæti, hann kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sína á strætunum. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Í trúfesti kemur hann rétti á. Hann þreytist ekki og gefst ekki upp, uns hann hefur grundvalla rétt á jörðu og fjarlæg eilönd bíða boðskapar hans. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er skírn Jesú. Merking nafns Jesaja er Guð frelsar. Og í formála Jesaja í Biblíunni segir að fáar bækur ritningarinnar hafi haft jafn mikil áhrif og Jesaja. Og í Nýja testamentinu er einmitt oftast vitnast í Jesaja og sálmana. Fyrir skírn Jesú vitnaði Jóhannes skírari í Jesaja, hann sagði að hann væri rödd hrópanda í eyðimörk. Og þegar Jesús opinberaði hver hann væri, las hann upp spádóm úr Jesaja og sem hann sagði að nú hefði ræst. Textin í dag er talin vera sá fyrsti af 4 þjónsljóðum innan Jesaja, en upphafsorðin eru sjá þjón minn. Á þeim tíma sem textin er frá, cirka 550 fyrir Krist, var þjóðin í útlegð í Babylon og margir orðnir vonlitlir að geta snúið aftur heim. Jesaja boðaði að Guð myndi hughreysta og frelsa þjóðina og leiða hana aftur til Jerúsalem. Gyðingar töldu sig, þar að segja þjóðina í heild, vera þjón Guðs og spámaninn töldu þeir vera útvalinn þjón því hann var jú einstaklingur með köllunar hlutverk. Það er augljóst á texta okkar í dag að Jesaja notaði ekki þjónstitilinn fyrir þjóðina, heldur fyrir Messías, hinn smurða frelsandi konung sem gyðingar bíða enn eftir en kristnir trúa að sé Jesús. Textin segir að Guð muni leggja anda sinn yfir þjónin, sem má túlka sem smurningu með heilugum anda, eins og Matteusar Guðspjall segir að hafi gerst þegar Jóhannes skírði Jesú. Og Jesaja notar sömu orð og Guð notaði þegar Jesús var skírður. Jesaja segir, sjá þjón minn sem ég styð, minn útvalda, sem ég hef velþóknun á. En í skírninni segir Guð, þessi er minn elskaði sonur, sem ég hef velþóknun á. Jesaja lýsir þjóninum, hann krefst ekki athygli, hann mun ekki birtast með háfa og látum, en það stórkostlega er að hann mun létta byrði Ísraels manna. Textin sagði, í trúfesti kemur hann rétti á. Lögmálið og boðorðin voru flókin í framkvæmd, en Jesús boðaði nýtt, trúfesti. Þar að segja, fyrir trúfesti skyldi hver maður frelsast. Hinn brákaði reyr sem Jesaja talar var þjóðin sem var að kikna undan hinum þungu ákvæðum lögmálsins
og hörkveikurinn táknar trúarneistan sem var að slokna. En vegna hlýðni þessa þjóns sem Jesaja talar vegna hlýðni hans við Guð, mundu allar þjóðir heims verða blessaðar, eins og Guð hafði lofað Abraham. Allar ættkvíslir jarðarinnar munu af þér blessun hljóta. Jesaja fékk það hlutverk að færa þjóðinni þau skilaboð að Guð sé sá eini sem getur bjargað þeim. Því að hinn umræddi þjóð mun ekki starfa í eigin styrk. Guð mun styðja hann, leggja anda sinn yfir hann, hann útvalinn og Guð hefur velþóknun á honum. Þegar andi Guðs kom yfir Jesú í skírninni og rödd Guðs heyrðist frá skýinu, þá rættist þessi spádómur. Nokkuð sem hefði átt að sannfæra gyðinga hver Jesús væri. Hinn nýji boðskapur frelsun fyrir trúfesti var fyrir allan heiminn, jafnvel fyrir fjarlæg eylönd. Og Jesaja sagði að Guð myndi ekki þreytast eða gefast upp fyrir en hann hefði stofnað sitt réttláta ríki, það ríki Guðs. Lexían aðeins 4 vers, en þessi texti ber svo ótrúlega mikinn boðskap og ætti að samfæra hvern trúaðan mann að Guð beri okkar hag fyrir brjósti. Í Gamla testamentinu sífellt talað Ísrael í merkingunni þjóð Guðs. Ísrael regnhlífar hugtak, skilgreiningin á Ísrael enn þjóð Guðs. Áður innifól hún aðeins afkomendur ættfeðranna, Abrahams, Ísaks og Jakobs, en eftir að Jesús kom breytti skilgreiningin, því að nú innifelur hún alla sem trúa á Jesú. Því að þeir sem trúa á Jesú eru Guðs börn og Guðs börn eru að sjálfsögðu innifalin í þjóð Guðs. Já, þema dagsins skírn Jesú og í frásögninni af skírninni sagt að Jóhannes skírari vildi varna Jesú að skírast og hafi sagt: mér þörf að skírast af þér og þú kemur til mín. Og í Guðspjalli dagsins segir að Jóhannes hafi gefið þennan vitnisburð. Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig til að skíra með vatni, sagði mér: sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann sonur Guðs. Guðspjöllin segja að Jóhannes hafi komið fram í óbyggðum Júdeu. Klæðnaður hans var talinn villimannslegur. Hann bar klæði úr úlfaldahári, leðurbelti lendar sér og át engisbrettur og hunang. Hann hefur verið algjör andstæða farisea og fræðimanna. Hvorki haft útlit eða fylgi með sér, en Guð valdi hann til þessa mikilvæga verks áður en hann fæddist. Þrátt fyrir að Jóhannes valdi að predika og skýra í óbyggðum Júdeu, þá flykktist fólkið til hans. Fólkið þekkti spádómana og beið komu Messíasar, enda var Jóhannes spurður hvort hann væri sá. Nei, hann var ekki Messías, en þegar Jóhannes skýrði Jesú, þá staðfesti Guð hver Jesús væri. Skírnin markaði nýtt upphaf, því eftir hana hóf Jesús starf sitt að kalla alla til Guðs ríkis. Við erum öll kölluð, en í pistlinum skrifar Páll til Korintumanna og minnir þá á að Guð kallaði þá hvorki vegna visku, ætternis eða góðra stöðu í þjóðfélaginu. Páll skrifar: þar sem heimurinn telur einskis virði, það hefur Guð útvalið til að gera að engu það sem í metum. Ekkert af því sem við eignumst í þessum heimi, auður, prófgráður,
frægð eða vinsældir, sem sagt allt það sem fólk keppist alla ævi að eignast og er mest metið í heiminum, það verður að engu. Ekkert af því opnar dyrnar að ríki Guðs. Það gerir ekkert nema trúin í hjartanu. En trúin sést ekki á klæðnaðinum, prófgráðunni, í veskinu eða vekur upp vinsældir. Svo að kannski er það þess vegna sem heimurinn telur hann að vera einskis virði eða heimsku. Páll segir að þetta gerir Guð til að kollvarpa mati okkar á raunverulegum verðmætum í heiminum. Allslaus komum við í þennan heim og allslaus hverfum við héðan. Það eina sem getur lifað af eilífu er sálin. Og í augum Guðs eru allar sálir jafn verðmætar og hann náðar þær sálir sem velja hann. Þess vegna skrifar Páll í pistlinum: enginn skal hrósa sér fyrir Guði. Honum er það að þakka að við erum í samfélagi við Jesú Krist. Já, þema dagsins er skírn Jesú. Skírnin er inntökuathöfn í kirkjuna sem Jesús stofnaði leið og hann var skírður. Þó að hann sé sannarlega sonur Guðs, þá kom hann ekki til jarðar íklæddur dýrð himins, heldur kom hann sem þjónn Guðs. Hann kom til að gera vilja föðurins. Hann kom til að breyta hugafari manna. Hann kom til að skapa nýtt verðmætamat hjá okkur, efla trúna á Guð og boða nýtt, frelsun fyrir trúfesti við Guð. Trú margra í dag er eins og Jesaja lýsti henni, sem brákaður reyr eða dapur hörkveikur. Jesús bar litla trú saman við mustaskorn. Lítil og óstyrk trú er viðkvæm. Hana þarf að vernda og blása í glæðurnar. Þess vegna er svo mikilvægt að allir fá að vita hvað þetta er í raun einfalt. Trúin er ekki eins og gátlisti sem þarf að krossa við. Hún er afstaða okkar til Guðs. Trúum við á Guð, fylgjum við Guði. Ekkert í heiminum er eins dýrmætt og að eiga Guð að og trúna í hjartanu. Allt hið veraldlega skiljum við eftir þegar við hverfum héðan. Það getur gagnast öðrum sem eftir lifa, en það hefur orðið að engu fyrir okkur. Auður okkar mun felast í þekkingunni á Guði og trúnni á Jesú Krist. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.